Allt svo eintalegt án þín ég. Án þín ei sólin lengur skín ég. Alein ég arka niður á sjó. Því þú fórst þá eitthvað í mér dó. Ég horf á hafið því að þú þar. Ég hvísla nafn þitt en fæ ekkert svar. Allt svo eintalegt án þín ég. Allt svo eintalegt án þín ég. Komdu til mín, komdu til mín. Fyrsta sem ég man eftir var pelanum ég sleppti. Það var erfitt svo ég annaði hann ég. Fyrst var mjólk í pela mínum, en svo lifði ég á vínum. Ég fór að heiman fullur mamma grét. Jæja Þorsteinn, ekki skemmtilegt að vera söngvaskáld á Suðurnesjum? Það alveg magnað. Þetta náttúrulega, þetta heimaslóðurnar sko. Bæði Keflavík, Garðurinn og þetta allt saman svæði sko, þetta á bara að vera eitt svæði. Þá þetta fullkomið. Hvað ertu búinn að semja mörg lög og marga texta í gegnum tíðina? Það nú aðalega textarnir. Sko, ég á nokkur þúsund í bók og eitthvað af því hefur gefið út, kannski 5, 6, 700 cirka. Sko, ef maður byrjar að tellja þetta og tekur tíma þannig í minni, en það eitthvað svona slatti. Nú hefur verið að fara yfir ferilinn á þessari söngvaskemmtun. Þegar þú lætur hugan reika tilbaka, eitthvað svona eftirminnilegra heldur en annað? Eiginlega ekki, þetta saman bara þetta gengur sinn gang sko. Þetta byrjar á upphafinu og heldur svo áfram og svo einhvern tíma þá endur þetta. Vonandi ekki á morgun eða í kvöld. En þú hefur nú svona leikið svolítið með textana í gegnum tíðina. Þú hefur farið þína leið. Stundum já, stundum og stundum ekki og stundum maður kannski að læra af fólkinu sem kann ekkert að syngja góða texta eins og fólk í réttunum og svona sem að syngja íslensk ættarlög og heldur að segja að syngja rétt og svo þetta tók steipar sem hann segir að því að kann ekki textan og skilur hann ekki og þá býr maður til svona eitthvað sem svona kallað hljóðlíking sem þannig að return to sender verður að 3 tóna sendi og svona svipað og fólk að syngja í réttunum, þú veist. Og þetta hefur fallið í kramið hjá fólki? Þetta hefur fallið í kramið, já, það hefur gert það og gaman að semja svona bull líka. En þú átti nú líka, þú ert búinn að eiga spretti víða, en það hefur nú örugglega verið gaman að vinna svolítið með Rúnari Júl og hljómum og þessum köppum hérna frá Keflavík. Það var mjög skemmtilegt og ólíkir menn, Rúnar Júlíusson og Gunnar náttúrulega mjög ákveðinn á því sem hann vill og Rúnar þessi öðlingur og við náðum rosalega að vera saman við Rúnar þó að við vorum kannski mikið að semja saman en það svona meira, það var meiri vinátta aftur á móti með Gunnar hann var meira svona listamaður sem vissi nákvæmlega hvað hann vildi fá akkurat með hlutina á hreinu sko.